Reykjavík síðdegis heldur áfram. Við erum á ákveðnum tímamótum, nýtt ár eftir 2 daga. Já, styttist í áramótin og margir hafa svona nýta þennan tíma síðustu dag ársins til að fara yfir fjármálin sín og skoða kannski tryggingar og annað slíkt, hvort sé hægt að fara eitthvað betur yfir, hvort hægt að fá góða díla eitthvað og fara yfir lánamálin og svona setja sér ný kannski fjárhagsleg markmið fyrir næsta ár. Já, og til þess að fræðast aðeins það og hvernig menn geta náð sínu fjárhagslega markmið með kom til okkur Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi. Velkomin. Takk fyrir það. Það má búast við því að margir setja sér eitthvað markmið, svona fjárhagslega markmið fyrir nýtt ár, er það ekki? Jú, þetta er voðalega, þetta er kærkomið spark í rassinn frá dagatalinu. Það virðist svona vera varðandi ýmislegt að fólk fer að gera upp árið og það verða kannski einhver vombrið varðandi hvort það er vigtinn eða veskið eða hvað það er, svona sem að fær fólk til þess að segja, já, nú ætla ég að gera betur, nú ætla ég að gera þetta öðruvísi og það er mjög mikið það að fólk sko virkilega taki þetta alvarlega og setjist yfir þessi mál og teikni upp markmið og finni síðan einhverja leiði til þess að halda það út og það er að gera að nýta þann kraft sem kemur. Við finnum þetta við mjólkuna. Sumir hreinlega forðast að opna heimabankann. Já. Og svona fresta því. Já. Og svona kvíða því kannski að sjá bara þessar tölur fram að sig. Já, og það er, sko, ef fólk er að finna fyrir því, þá getur að hugga sig við það að vera sko alls ekki eitt í því. Alls ekki eitt með það. Þetta er mjög algengur kvíði og hann er mjög eðlilegur og þetta verður þá til þess að við frestum því að takast á við þetta. Þetta er eins og að svona fara í gegnum veturinn á þess að læra fyrir prófin alltaf bara að rétta undir lokin og það er mjög erfitt. En að pína sig í það með svona ákveðnum aðferðum, það er til dæmis eins og það að segja ég get nú alveg bitið jaxlinn í 5 mínútur, í 10 mínútur, ég ætla að gera þetta á eftir, ég ætla að setja í þvottavél og svo sest ég niður í 5 mínútur, að byrja smátt og prófa þetta. En þetta er afskaplega hjálplegt þegar fólk ætlar að líta á árið sko sem verkefni. Og að núna er þá 2025 búið og það verkefni líkur með þessum hætti og nú kemur það næsta og það sem að gerir þetta tiltölulega einfalt sem verkefni er að það er svo auðvelt að setja sér markmið. Yfirleitt er það bara, ég vil bara vera á betri stað á sama tíma næsta ára en ég er núna og þá erum við komin með markmið og þá þarf bara smáttir þá þarf bara að útfæra þetta með því að finna út tölurnar og reikna þetta út og reyna svo að sjá til þess að við höldum þetta út allt saman. Eru margir heldur sem að reka sig á yfirdrætti? Já, það er bara töluvert það og það er eitt af því sem er svo mikilvægt fyrir okkur að nýta þetta tækifæri til að hamra á. Ég veit að ég hef oft komið hingað og nefnt þetta að við eigum aldrei að kaupa neitt og borga fyrir það síðar. Við eigum aldrei að taka neyslunám. Þau eru presentiruð fyrir okkur í nútíma samfélaginu síðan sjálfsagður hlutur en þetta er með því vitlausasta og versta sem við mögulega gerum og það sem gerist yfirleitt og rótin af þessu, hvers vegna gerist það einmitt að fjölmörg heimili þar sem fólk er ekki illa gefið, þar sem fólk er ekki illa skipulagt, þar sem fólk hefur ekki gert mistök eða fer illa með peninga, af hverju verður þetta samt svona algengt? En er ekki allt í lagi að fara á ABBA-tónleika í London á Visa? Ekki á Visa, nei, alls ekki. Ekki með láni. Það er bara fullorðið fólk, maður á bara að tala svona við sjálfan sig. Nei, bara ég er fullorðið manneski, ég ætla ekki að hegða mig svona lengur. Ég ger þetta ekki. Ég ætla ekki að haga mig svona. Ég bara spurði fyrir vin, sko. Já, en sko, hvernig verður þetta til? Þetta verður til vegna þess að við höfum ekki svigrúm til þess að bregðast við þegar eitthvað gengur ekki alveg upp. Og það er bara þannig, þegar fólk er að reka sitt heimil og sína fjölskyldur, að þá kemur einhver reikningur frá tannlækni eða það þarf að skipta hjálparða, það er eitthvað sem gerist. Eitthvað óvænt og við getum ekki skipulagt allt saman og ef við temjum okkur það að reka okkur alltaf á nulli og svo kannski líða einhverju mánuðir og þetta hefur svo sem gengið og vegna þess að þetta hefur svo sem gengið að þá hefur við ekki fengið þetta spark í rassina, við þurfum að skipuleika okkur að þá getum við ekki tekist á við það þegar þetta gengur ekki upp einhver mánaðamót, þá erum við komin í mínus, þá eru vextirnir farnir að teka á þessu, þá tekur kvíðinn við, þannig að við viljum ekki horfa á þetta, holan dýfkar og þetta verður að meiri háttar vandamál. Já, þetta getur orðið að vítahring þá og þessi mínustala, yfirdrátturinn hann bara hækkar. Já, gerir það og þetta er það sem er svo mikilvægt líka fyrir fólk sem er í þessari stöðu átt að sig á akkurat þetta sem ég nefndi með að þetta er ekki óalgengt og þetta er ekki óeðlilegt að fólk lendi í þessu. Við erum bara svona gerð að
þegar við lendum í þessum vanda eins og því að vera farin að íta einhverjum vanda á undan okkur með lánum, að þá fylgir því sjálfvirkur kvíði í maganum sem verður til þess að við viljum ekki takast á við þetta. En hver væri svona þínum að þetta er svona einföldustu markmið sem hægt að ná, sem hægt að setja sér núna? Ég myndi setja númer 1, 2 og 3 að lofa sjálfum sér að taka engin ný lán næsta ári. Og ég ætla þá ekki að segja að við höfum ekki endurfjármagna húsnæðislánu okkar að leita einhverja tækifæri þar. Ég að tala varandi allt annað. Það verður ekkert keypt á lánum á næsta ári, ekkert. Og þetta er einföld regla, þannig ég bara búin að ákveða þetta. Alveg eins og sumir segja, nú ég komin í svona, ég bara ætla ekki að borða neitt eftir klukkan 7 kvöld. Er Netflix áskriftin á Visa? Nei, ef þú borgar alltaf Visa-reikningin, ef þú ert með kreditkort og þú hefur alltaf borgaðan, ef þú hefur lent í því að dreifa kreditkortinu, hættu að nota kreditkort. Ekki nota kreditkort ef þú hefur lent í því að þurfa að dreifa reikningnum, þá er þetta ómikil áhætta. Þannig að ég myndi segja það sem reglu og líka búðu til svigrúm sem gæti þá nýst til þess að takast á við óvænta erfiðleika og það virðist ekkert vera sem svo við sem að fara inn í neitt sérstaklega skemmtilegt ár. Atvinnuleysi er strax byrjað að aukast verulega. Við erum ennþá í bölvuðu vesenni með verðbólguna og vextina, það eru blikur á lofti í efnahagslífinu. Við verðum hvert og eitt heimili verður svolítið að byrgja sig. Verður að vera viðbúið því að það kannski reyni á einhverja 10.000 kalla sem þurfa þá að vera til. Ég held að þó það væri ekki nema bara þetta, að fólk myndi segja engin ný lán og ég ætla að hafa eitthvað búið mig til smá fjárhaldslegt svigrúm, þá er það verulega gott. Svo myndi ég segja að aðeins stærra markmið gæti síðan verið fyrir hvern og einn að segja ég ætla að vera á betri stað á sama tíma næsta ára en ég er í dag fjárhagslega og svo bara finnum við út úr því hvernig þau mælanlegu markmið verða. En hvað með endurfjármögnun? Á fólk að skoða það? Já, ekki spurning, alveg hiklaust og núna hefur húsnæðislánamarkaðurinn auðvitað verið alveg á fleygiferð, hún er með hent fram og tilbaka, við fáum vaxtalækkanir og svo fáum við allt mikla verðbólgu og svo fáum við þennan vaxtadóm og svo bara ákveða einhverjir aðilar að nánast að bakka út af íbúðamarkaðnum og aðrir breyta sínu framboði, það er allt að breytast og sér ekki fyrir endan á því. Við verðum að vera duglega að fylgjast með endurfjármögnun. Þú hefur hjálpað fólki að endurfjármagna, ekki? Jú. Hvað hefur þið séð fólk spara mikið á mánuði við það? Ég hef bæði séð fólk spara sér 20.000 á mánuði í greiðslubyrði með því að endurfjármagna lán sem eru þá sambærileg, það er að segja að halda sömu lengd til dæmis á lánum. Þetta getur munað 20.000. En það sem er skemmtilegra þegar maður sér fólk endurfjármagna með þeim hætti að heildarkostnaðurinn við láni lækkar milljónir. Og það er alltaf að gera. Það getur fólk gert ef það ákveður að stytta lánin. Og með því að eins og við höfum einhvern tímann rætt hér áður að vera búin að ákveða fyrirfram í hvaða ætla ég að nýta það svigrúm sem verður til. Og svigrúm getur orðið til með launahækkunum eða einhverju öðru en það getur líka orðið til með því hreinlega vexti lækki aðeins. Og þá þurfum við að vera búin að ákveða fyrirfram. Reikningurinn sem ég fæ frá bankanum verður lægri en hann var í síðasta mánuði út af þessari vaxtalækkun. Í hvað ætla ég að nota munin? Ætla ég að eyða honum? Ætla ég að nota hann til að greiða niður neysluskuldir? Ætla ég kannski að nota hann í að endurfjármagna lánið í aðeins styttra lán, stytta og jafnvel með skilmálabreitingu. Það er það að stytta lánin sem gerir milljónirnar á fólki. Og er þetta rétti tími ársins til að rúnta á milli tryggingafyrirtækja og fá besta dílinn, láta á ytta blýantinn til þess að gera betri díl? Já, ég er mjög hrifinn af því að prófa það að það svolítið saman og leita tilboða, fara yfir það líka bara hvernig við erum tryggð. Það eru ýmsar tryggingar, við erum tryggð fyrir örorku í lífeyrissjóðnum okkar, við erum með einhverjar tryggingar kannski einmitt á greiðslukortunum okkar, í heimilistryggingunni, á vinnustafnum okkar, í stéttarfélaginu okkar, að setja þetta allt á borðið. Þannig er þetta að spara stóra fjárhæðir? Þannig er þetta að spara stóra fjárhæðir af því að kannski að draga úr tryggingun sem eru óþarfar, bæta einhvers staðar við og auka þannig öryggi sitt ef þörf er á og hreinlega bara fá betra verð. Já, en ertu með eitthvað svona, er þá eitthvað skjal, er maður að fylla út eitthvað skjal til, hvernig er best að gera þetta og skipuleggja sig? Varðandi heimilisfjármálin, þá erum við að tala að gera það í upphafi með blað og penna og það eru til mörg upp, það eru til forrit, það eru til Excel-skjöl, ég hef oft bent fólki til dæmis á umboðsmann skuldara sem er með ágætis íslenskt heimilisbókhald í Excel-skjali sem er ókeypis og allir geta nálgast, en að byrja með blað og penna og ef við eigum maka draga hann með okkur upp í sófa og spjalla saman, ræða saman vegna þess að
leiðin til þess að koma sér á betri stað að setja sér eitthvað markmið sem raunhæft og vera sammála því að vilja vinna í átt að því markmiði. Það ekki nóg að segja bara ég ætla að missa 5 kíló á árinu eða þú ætla síðan ekki að gera neitt til þess og ef þú finnur engan kraft og það engin stemning til þess. Þannig að þú gerir þetta, þið setið ykkur einhver markmið og þið teiknið upp heimilisbókhald. Ég veit að það hljómar ægilega flókið og mikið en það það ekki. Prófið bara að byrja. Það alltaf að gera lítinn hluta, 10 mínútur í kvöld, 10 mínútur á morgun. Mér finnst ég sé það mjög sjaldan að fólk gefist upp ef það prófar þetta. Þetta ekki svo flókið. En varðandi sparnað, hvað væri svona raunhæft markmið að setja sér sparnað á launum í hver mánaðamót? Það nefnilega mjög góð spurning og þarna eru svona nokkri skólar í þessu. Ég þeirrar skoðunar að við eigum að líta á þetta þannig að fyrstum sinn þegar langflestir eru með einhverja skuldir að þá séu þær í forgangi. Við ekki að leggja fyrir peninga ef við erum með bílalán eða yfirdrátt eða greiðsludreifingar eða hvað það þá eigum við að vera að henda öll laun á lánið. Við verðum hins vegar á sama tíma að passa það að vera með þetta svigrúm sem ég að tala einhvers konar neyðarsjóð, einhvern varasjóð sem hægt að grípa í. Ég kalla það ekki beint sparnað. Það í rauninni bara að tryggja sig. En fyrstum sinn það bara lánin. Það lán að borga þau niður og meðan við erum að gera það þá látum við lífeyriskerfið duga sem sparnað. Þegar við erum búin að ryðja burt þessum lánum þá skulum við fara að safna og þá förum við vandlega í það einmitt að hugsa hverjar bestu leiðirnar eru. 20% af launum eitthvað svoleiðis? Já, ég sé það alveg þegar fólk búið að ryðja burt lánum kannski búið að vera að borga 30-40% af tekjum sínum af lánum í einhver ár, þá búið að stilla neysluna af miðað við það. Allt í einu lánin farin, þá losnar þessa peninga, þá getur fólk farið að spara verulegar fjárhæðir. Þetta fín loka orð við Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi. Það að kynna sér þig nánar inn á björnberg.is en kæra þakki fyrir komin og gleðið þetta ár. Já, takk fyrir.